Klukkan á 4, það föstudagurinn 9. mars. Mötley Crüe eru konur á fóninn sem þýðir aðeins eitt að FM 95 Blö hefur hafið göngu sína. Þennan yndislega föstudag, Auðun Blöndal heiti ég og er loksins komin í mitt sæti. Ég verða að viðurkenna það, ég var búin að sakna þess að sitja hérna og horfa á þess að tvo, sumir segja snillinga, sumir segja vitleysinga, sumir segja fáitar, en ég kalla á meistara. Segir það einhver? Ég segi fáitar. Ég veit ekki, örugglega einhverjir. Það er ekkert allir sem dyrka ykkur eins og ég. Nei. En ég dyrka ykkur, drengir. Þetta er nú bara algjör skellur að Ég kalla ykkur meistara. Mikið ofboðslega gaman að sjá okkur og þetta er í fyrsta sinn í, rúman mánuð sem að það er, svona upprunalegt line-up í FM 95 Blö eða svona, hvað ég var að segja, fullmannaði bátur. Já, bara hárrétt hjá þér mikli meistari og ég hugsa að ég kalli þið meistara. Takk fyrir það, maður. Það er líka fólki sem kallar hann fáið þér, sko. Þú ert ekki að hefna Það er svoleiðis, sko. Já, ég held að ég hellingur að liði sem finnst auðvitað að vera fáið. En ég ætla að kalla meistara. Hafðu engar áhyggjur af því, ég veit það er hellingur að liði og mér þykir það leitt en ég gerir mitt besta. Ég ætla að byrja því að spyrja þig, Egill, því að ég geti orðað þannig að ég er búin að eyða of miklum tíma með Steinþóri upp á síðkasti. Já, það ekki. Ekki koma ógeð á honum. Nei. En ég saknaði þín. Hvernig hefur þú? Já, ég er bara aldrei verið betri. Aldrei? Nei, ég er bara búin að vera hérna á vaktinni með því félagarnir voru ferðast. Já, frétti að þú gerði það vel. Já, búin að vera hérna með Richard og við erum búin að hafa gesti og... Hver var skemmtilegasti gestastjórninn? Hvað, þetta var King sem ég vil? Já, og Sóli Hólm. Það hefur nú verið gaman fyrir þegar með Simma. Aron Einar the Captain og síðan Ásgeir Kolbeins. Já, ok, randið lánið. Það er sko, mjög gaman að vera með Simma, fá business tips og hérna entertainment at the same time. Kallar hann Money Sim? Já, Money Sim mikið og þú veist, og líka bara út af hann alltaf, eins og allir vita, Íslíka vita, hann átti ekki krónu, þú veist, þegar hann fættist og... Nei, hann fættist ekki með bestu spjöldin. Og það bara að gefa hlustundum tips, money tips. Það er rosa. Og meðan hann var að rífa á sig brandarna líka, sko. Já, hann var hann að rífa á sig brandarna? Og sama með Aron Einar, þú veist, það var að koma með... Þú veist, tips, hvernig þú verða atvinnumæður, spurt og svara. Þannig að þetta var ekki lengur bara vitleysa eins og er hjá okkur, heldur varstu með menn sem hafa náð árangri í lífinu og var að kenna fólki hvernig á að gera það. Það er Kolbarinn, entrepreneur. Er Kolbarinn entrepreneur? Já. Hvað er annað, hvað maður það bara? Hvernig vann Ásgeir Kolbeins millir 9 og 5? Já, ok, þannig að þú ert ekki vinna millir 9 og 5, þá ertu entrepreneur, því að þá er til dæmis frændi minn. Já, entrepreneur. Frændi minn er ekki raskat. Þú voru að gera eitthvað, sko. Já, ok. Skutan hafa það. Já, ég skilji. Þannig að þetta gekk vel með nú. Og Sóli Hólm, það var að taka Jakob Jarnar. Já, það er eitthvað eitt finnasta símtal sem ég hirt, sko. Það var æðislegt. Það er ekkert eðlilega skemmtilegt. Við Steindil hlustuðum á það úti og hlóðum mikið. Hann er honum mjög vel. Það þarf maður að halda áfram með það kameri, fá sólaðin aftur. Já. Það er hann að fylla hardrock núna aðra ykkur helgi, sko. Það er þetta vel gert. Ég ætla að sjá þetta. Ertu múin að fara að sjá standup? Við þurfum að skella okkur þetta félag. Við þurfum að fara, þetta er ekki hægt. Og svo var líka Simmi með æðislegt símtal. Ég heyrði það nú út um allt. Það fór á netið. Það var Blómabúðina. Það var Blómabúðin. Og þú ætlar að láta okkur gera það í dag? Þetta er það skemmtilegt konsept og Kolbeinn fór líka í þetta. Spá ég hendi ykkur félagurum í þetta. Já, ég er mjög til í það. En að því að voru allir að gefa svona tips og svona, þú veist, Aron Einar, hvernig þú átti að vera atvinnumæður, Simmi, hvernig þú átti að vera entrepreneur, millionaire, þú átti ekkert. Var Kolbeinn með eitthvað baðtips eða hvað var hann svona að kenna fólki? Hvernig á baða? Já, við rættum þetta, öllu sem þjóðum veit á baðarann. Og það var mjög gaman að fara yfir það og líka bara, hann er þrifóður. Hann grillar mikið. Eins og Richard, hann er mjög góður kokkur. Mér finnst rosalega skrítið að vera þrifóður. Já, ég hef leikið mér að heima og bara svona til að leggja hann bjórniður, tóman, á borðið. Ég get talið upp á 10 og hann er horfinn. Hann getur ekki Ásgeir og takan. Og ganga frá honum. Já, ég skilði. En við erum með veistlahand ykkur í dag, kæru hlustendur, enda búinir að vera í, ég við Steindi allavega, í fínasta fríi frá útvarpi. Komið tilbaka á lífi sem er nú sem er ótrúlegt. Já, það var svona 80% líkur á því að við myndum ekki koma tilbaka á lífi. Þannig að við erum mjög ánægð með þetta. En voru ekki stungnir okkur moskítuflugum eða? Já, það var eitthvað aðeins þannig. Versta sem ég lendi samt í ég fekk dróna í andlitið. Það var reyndar að saglast að ég sé, sko. Við vorum heppin að fá hann ekki auga, sko. Ég er ekki að djóki. Við vorum á reiðhjóli að hjóla dauðaveginn í Bólivíu sem er stór hættulegu vegur. Og það er drónn sem er að koma mót okkur og við gátum ekki stoppa. Við vorum að bremsa þessu hjóli og ég er aftan á og ég basically kíki svona því ég heyri drón, ég heyri lætin í honum. Hann er komin mjög nálægt, ég lít við, sé hann
dundrast í andlitið á Auða. Og við erum að tala um að spaðarnir í nefið, hann með ör á nefið. Og fyrst allt í blóði, sko. Allt í blóði. Viðbjöð. Já, þetta ekki gott kamer í það. Náðustu ekki á kameru. Það leiðilegast að vita var Já, við skoðum síðan upptökuna og leið og hann að koma, þú sérði hann koma nokkru sekundum frá honum, þá deyr á honum við höggin. Þannig að þú náðir ekki sjálfu högginu sem var hrikalegt, sko. Það verður gaman að eiga. En það sem við ætlum að bjóða þetta upp á í dag, kæru hlustendur, við ætlum að fara í kortmyndur fyrir ekkar. Steindi, þú ætlar að sjá myndur fyrir kæs. Það hárrétt, ég með hrikalega góða spurningar. Ég er svo spenntur að heyra hvað þið segir. Þú ert svo peppar yfir liðum. Málega ég er með rosalega spurningar. Það bara svoleiðis. Ég fíla það. Sko, þið lofuðu mér hérna á sínum tíma, ég mætti vera með sturlaða staðreyndir einu sinni í mánuði. Ég er ekki búin að vera með sturlaða staðreyndir í mánuð, þannig að það eru 5 sturlaða staðreyndir. Komið að því? Já. Það búið bara að lása það, en? Ég hélt það líka, en já. Er þið ekki peppaðir? Jú, alltaf ekki. Spurningakeppni Gilsarans á sínum stað. Já, rétt. Hvað er það í dag? King of... Sko, það er alveg málið. Ég ætla að leyfa ykkur, þið eru búin að vera frí. Já. Og hafði ekkert náða að hlusta á mikið, þau hef ekki heyrt þetta, en ég ætla að leyfa ykkur að velja á eftir af 4, basically draugum úr og... Já, þess að spurningakeppni svona með meðan við vorum úti. Já, og það betur sko, það var mjög skemmt, það er sérstaklega einn sem ég vonaði farið í og ég ætla að fara yfir það betur á eftir. Ok, svo ætlum við að fara líka í hver er líklegastur, er þið búin að semja ykkar þar? Já, klár þar. Svo hendi ég eitt gamalt og gott giftast sofa drepa sem eru hérna líka og svo erum við náttúrulega að fara í þess að blómabúð sem að Egill, þú ert með í dag. Rétt. Og Steindi, svo ætlaði þú að taka hérna fyrir okkur furðulega Gallup-könnun. Já, það verður hressandi líka. Ég er mjög peppaður að prófa hana. Já. Elsku vinir, þið eru að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Það er Steindi June, Egill Einars og Auðun Blöndal með þetta á sinn geggjaða föstudegisstráka, tímiliður þetta 9. mars, það er allt í rugli. Er komið vor í punga? Það er komið nett vor í punga mér og málega það er líka svo gaman. Sko, ég myndi segja að erfiðustu mánuðnir eru liðnir. Já. Þeir eru farnir. Þeir eru að baki. Það er janúar og febrúar. Já. Þeir eru bara farnir. Þú spáði mikið í hvernig fólki líður, Egill. Finnur þú fyrir svona léttir í liðinu? Já, bara svakalega. Já, það er gott að bara út af því að eins og í sporthúsinu, þegar maður leit út á gluggan meðan maður æfaði millir 2 og 3 daginn þá var svona grátt, eiginlega dimmt úti klukkan 2. Núna er sólin að skína inn millir 2 og 3. Búið að vera svolítið gluggaveður. Og það gerir helling fyrir fólki. Já, þú getur ekki líka verið að líka sko massu í janúar. Það eru alla bollurna mætta með samviskupið, búin að maxa korti sín allstaðar. Það er allt í rugli. Janúar er ógeðslu mann. Hann er það eiginlega sko. Maður á bara að vera þar Það er ekki vera bara Benidorm félaginu næstu. Það er til aðri staðir í heiminum með Benidorm. En að bóka okkur bara annan janúar. Ég ætla ekki til Benidorm. Ég fór til Benidorm og ekki fyrir það löngu. Það var fræðilegt. Ég er búin að segja ykkur. Það var rík. Reynda tækið Benidorm í janúar alla daga fram yfir Íslandi í janúar. F9 fyrir blöð beinni í allan janúar frá Benidorm. Allan janúar. 4 vikur félagar. Reynda að selja ykkur það hérna. Það var frábær en það er komið tími á slúður hér í F9 fyrir blöð og ég er með svona ágættispakki. Ég er náttúrulega ekki búin að vera með slúður lengi en ég veit ekki hvað er nýtt og hvað er fest, skiljið. Þetta tekur bara smá tíma að komast aftur inn í þetta. Þú er sko ekki talað eins og okkur heimsborgari. Þú fórst í 28 daga. Já, ég veit það. Já, þú mátt ekki, þú sko talar eins og vilt ekki bara tala um skills og M&M's og eftir komið svona reym og... Nei. Þetta er dettið hans út úr hana. Já, og þá veit ég er bara aðalega að tala um, ég veit ekki hvað slúður er festindi. Já, ég var ekkert eitthvað að detta í... Ég líka Rikki var að sjá hann slúður og hann er hræðilegur í því sko. Já, ég get nú ekki verið með verra slúður en hann. Nei, það er ekki hægt. Ég ætla að byrja á Pamela Anderson. En hún er slúður, ég er ánægð með þetta. Ég held að Pamela Anderson hafa aldrei verið slúður en F9 blöð. Þetta er fyrsta skipti. Ég var huge fan í gamla dag sko. Pamela Anderson, hún trúði að hún væri með sérstaklega hæfileika til þess að drepa fólk þegar hún var yngri eftir að fyrrum badfóstur hennar dó í bílslysi. Þannig að málum vexti að hún var hún þoldi ekki barnapínu sína. Nei. Og hún óskaði þess að hún væri dáin og eftir hún óskaði sér að hún myndi deyja þá dó hún daginn eftir í bílslysi. Já. Og þá hélt Pamela hvaða vitleysa er þetta? Þá hélt Pamela á þessum hvað, hún sé bara eitthvað nortnu? Nei, þá hélt hún gæti óska sér bara dauða fólks. Ok, það hrætti þetta. Það drepið eitthvað með því? Já, en hún gæðist bara eins og stingi vútubrúður eða? Já, bara svona, hefur þú aldrei þegar þú varst yngri eitthvað bara, ég get óskað svona, nei, kannski. Það er eitthvað ljótt óskað. Eina sem er svo fyrirlegt í það, hún var að því. Ég myndi aldrei óska með
dauða einhvers. Þú veist, ég myndi kannski óska bara, því líku hát, ég vona hann dettina drulluboll, eitthvað svona saklaust. Manstu Pían sem að leta okkur missa fluginu þegar við erum að fljúga frá Miami? Já. Það eitt Egill, því við erum að tala Óskar, ég myndi aldrei óska hann döða og ég hata engan. En við lentum á konu á flugvöllunum í Miami sem var til þess að við mistum flugið, leiðilegasta manneskja sem að ég hef komist í tær við á ævi minn. Og var hann á flugvöllunum? Já, á flugvöllunum, já, bara full drunk of power í svona þykkari kantinum. Við vorum að missa flugið og hún var alltaf að benda okkur annað og vildi ekki hleypa okkur. Ég sagði, herru, ef við fáum ekki að fara í gegn þá missum við að fluginu. Hún að fara eftir kortir. Hún sagði, it's your flight in 15 minutes. Good luck with that. Og bara hendi bandinu og ég byrjaði að hnakka rífast við hana, bara alveg rífast. Ég var hann rættur að ég myndi bara að ég erði handtekinn. Ég var hann svo reiður og svo öskraði hana bara, it's like you want us to miss the flight. Og þá kom gaur, fullorðinn maður sem var fyrir framan okkur í röðinni, sem var búin að bjóða okkur að fara fremst. Hún bannaði það að þú máttir ekki switch lines, sem mesta kjaftaði sem ég heyrt. Og hann sagði bara, it actually looks like she wants you to miss the flight. Og það voru allir sammála í röðun. Og það sem ég langaði að gera við hana, ég myndi aldrei óskennin dauða. Þú hvíslaðir að mér. Já, ég sagði við Steindór þegar maður labbi í gegn. Hann hvíslaði að mér, Steindi, nú er ég ekki að stríða þér. Mér langar að hrindi mig. Já, mér langar að hrindi mig. Mér langar að hrindi mig, að hún myndi detta og meiða sér píl. Mér finnst það samtalið svona, mér finnst það svo fyndið sko, bara óþolandi. Ég held að hann væri að fara að segja, mér langar að myrða þessa mannesku. Og þið mistu það Mér langar að ítinni. Já, mér langar að hrindina vegg. Líka ekkert leðilega að var einhver röð á flugvelli. Það við vorum í yfir klukkutíma í röðinu til að komast inn í immigration og þetta var millilandaflug. Við vorum ekki eins og fara inn í land. Hún er að vera í 10 tíma flugi. Ekki eins og þetta í jökul kaldar að þetta. Nei, allt í rugli. Kósveitu með Steinda tuðandi eyru á mér. Ég var að vera geðveikt. Á leiðin til Bólivíu sem er officially versta land í heimi sko. Ímyndaður að vera pirraður með Steinda í eyrunað, við erum að missa þessu, ég tók líka einu svona Steinda, ég veit það, við erum að missa þessu. Hann vildi íta fyrir líka. En hvað gerðu þið mistu þessu, fóruð ekki bara beint á barinn? Nei, já sko, við fengum sér betur við flug 4-5 tíma setna, en þetta var lengri bið á flugvelli og þetta var eitthvað bara... Já, kom með 5 morgunin á hótel. En náður ekki að gefa henni the finger allavega, það lappaði í burtu? Nei, ég var náttúrulega hræddur um, þetta var orðið þannig, og Steindi getur staðfest það, þetta var orðið þannig að hún var að fara að láta handtaka mig, sko. Já, bara færa hann einhvers, fara með henni í burtu. En hérna, sko, málega ég hef alltaf verið samt mikill aðdáandi Pamelu. Já, og hérna Team Pamela, og ég man eftir því og nú er bara smá játning hérna minn að þegar internetið, þegar þú þurftir að hringja inn internetið í gamla dag, allir ég hef ekki, hvað hef ég 56k mótið með já, þú veist, þú bara gast ekki hérna, þegar mamma manns kom inn í herbergi bara drullar að netuna, getur enginn hringt í heimasíman þegar það var bara tali þá var maður stundum maður var skotin í því þá var maður stundum svona, þá fór maður stundum og skoðaði myndir af henni og það gera eitthvað með hana? Já, ég veit nei. Er það opnaði með það? Nei, ég var endur ekki á leiðinni þangað. Ég ætlaði bara að láta það. Var það ekki þannig að þú opnaði mynd og það gæti tekið alveg 5-6 mínútur að myndin að koma upp á hjá? Málið það, ég er á Mósesmann. Það var punkturinn minn, það tók stundum í alveg 1,5 klukkutíma og maður sá bara klikk og þú þurftur að vera djöfulli þólumóður þá sko. En Pamela, hún gerði þólumóð, þú beist. Já, ég beið, en ég veit nú ekkert með þetta sem þú varst að spurja mig út í Nei, það var þetta ekki tannig, það var verið bara svona þetta almenn snáðin bara. Já, svo ætla ég að fjalla hér um aumingjan og ræfilinn Bobby Brown. Er það ekki svona eitt mestir ræfil sem að fyrir finnst? Er hann eitthvað að kúka á sig núna? Það sem er líka hérna stendur söngvarinn Bobby Brown. Hvað er þetta að kalla það söngvar? Þarf ekki að gefa út lag á svona allavega 20 ára fresti til að vera kallaður ennþá söngvar eða? Já, jú, Fyrrverandi söngvari. Fyrrverandi söngvari og fyrrverandi eiginmaðurinnar Whitney Houston. Hann vill láta breyta her death certificate, hvernig segir maður það á íslensku, dánarvottorðinu og því að hann vill meina að hún hefði ekki dáið af ofstórum skammti eiturlyfja, heldur she died from a broken heart. Guð minn alveg. Mér langar að æla. Ég var til að hrinda Bobby Brown líka. Takk og hrinda honum á vegg. Ég myndi hrinda honum með þér. Hann er ógeðslur. Það er honum að kenna að hún fór á dæluna. Já. Hún hafi dáið úr ástasorg. Já, hún var America's sweetheart þegar hún kynntist Bobby Brown. Já. Hann eyðilaði hana. Já, hann ótaði henni. Hann var að goggi hann öllum áttum. Hann viðbyður. Ég þóla hann ekki. Svo er hérna í lokin þá er ég með smá slúður af Chris Martin en já, ég vissi þetta allavega ekki. Chris Martin? Já, söngari Coldplay. Hann er byrjað að deyta. Ég hefði viljað heyra Steve Martin hana. Já, það er ekkert að frétta Steve maður. Og vitið þið hverja hann að deyta? Nei. Dakota Johnson. Vitið þið hver Dakota Johnson er?
Þetta kallmaður það? Nei, og þetta hún og þetta sem að leika hérna aðalutverki 50 Shades of Grey. Já, hún mjög sætt. Ég fór á fyrstu myndinni í bíó þar. Já, þú fórst með hvað, koninni, sýstin og mömmuðinni? Já, ég fór með eitthvað 3. Til eitthvað perralegra. Ég hef ekki hort á þessa mynd með mömmu minni. Nei, ég var þetta bara þetta var ekki með familíunni, þetta var ekki með mömmu minni, sko. Þetta var alltaf sýstin og konan, þú fórst með 3 konum. Já, það var þannig, sko. Ég bjóst við þetta og hún erði betri, sko. Ég var peppa, ég var ekki búin að lesa bókina, sko. Var þetta ekki skýta á mynd? Það var ekki góð að dóma myndirnar. Nei, ræðilega sko. En maður þarf að sjá 2. En gerðu hún eitthvað fyrir því svona, fattar það, því að ég veit að það eru konur sem að voru basically að fara í góða heimi með að lesa bókina, sko. Já, en málega er að leikstjórinn skeitt, það náðu ekki að koma. Þetta er mjög sexy bók, ekki mjög sexy mynd. Það fór ekki blóðast að því. Nei, bara þetta er BDSM-koncept. Eru þið eitthvað fyrir það? Rasketlingar og eitthvað shit. Myndið þið, ef þið verið hérna, nú veit ég ekki hvernig og ætla ekki að fara endilega djúft inn í svefnherbergi ykkar, en ef konan eitthvað væri svona... Það er nú ekki til fyrsta skipti svo fer djúft inn í svefnherbergi okkar í þessum þætti. Nei, en ef hún væri með svona BDSM feeling. Það tala um eitthvað kúlu og eitthvað svipu og hvað þannig? Would you allow it? Hversu langt er það? Ertu að tala um að maður þyrfti að vera á 4 fótum með kúluna? Ertu að tala um eitthvað smekklegra? Heimir að hversu langt myndur þú fara? Þú veist, málega það, ég er alveg stemningskall, sko. Basically að segja já. Nei, málega það, þú veist, ef það myndi gera helling fyrir kona mín, ef ég væri lappandi í froskalöpum að borra Ritz-keks, þá myndi ég alveg gera það, sko. Ég myndi kannski ekki gera, hérna, í hvert einasta skipti. En ég er að tala um að fara það langt og þurftir að vera með safe word. Það er svona öryggisorð. Já. Þá ertu komið langt í konceptinu. Þá ertu komið helviti langt og komið öryggisorði. Þá ertu komin held ég bara með svartabelt í BDSM, sko. Ég held ég myndi ekki fara þangað, en ég myndi alveg leyfa, veist að, eins og ég segi, ef þetta var að gera helling fyrir konuna, þá myndi ég alveg leyfa. Já, þú getur ekki fara að mæti vinnuna með glóður og allt þetta. Já, menn þetta er alveg þar í safety. Nei, ég veit það ekki, ég það bara ekki. Hefur þú verið með eitthvað uppið þér í kynlífinu, Steinsson? Verið með eitthvað uppið? Hefur, veistu það, þetta er hræðilegasta spurning sem þú hefur spurt mig frá upphafi í þessu hætti. Ég hef aldrei verið spurning að verri spurningu. Hefur þið verið með eitthvað uppið í kynlíf? Hvað er þetta að tala um? Það er eitthvað alveg svona cool eða eitthvað djöfuleg. Já, ekki? Nei, bara alls ekki. Nei, já, og væntalega verið með einhvað. Þú veist, ég hef væntalega verið einhvern tíma með eitthvað upp í mér. Já. Kannski bara tungu eða... Þetta var, já, við erum komin aðeins svo langt. Þetta var bara dagsins. Og ég tek alltaf þátt í því sem er vest, sko. Og hann var lélugur fyrir utan Pamelu kannski. En annars var þetta bara Chris Martin byrjar að deyta og Bobby Brown ennþá aumingi. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Klukkan 12:15 og Keiluhöllin Egilshöll tilbúin í að taka á móti öllum sem þora að mæta. Þið líka loka mínúti sem við erum að horfa á hérna. Toppbaráttan verður ekki mikið meira spennandi og hvað er skemmtilegra en að geta hort framan í andstæðinginn þegar sigur er í höll. Billigt mark! Borðapantanir í síma 511 5300 og á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Munið að mæta 30 mínútur fyrir leik, annars missið þið borðið. Keiluhöllin Egilshöll, Wembley, Íslands í knattspyrnu. Það er opið allan sólarhringinn í Hagkaup-Skeifunni og Hagkaup Garðabæ. Hagkaup. Meira opið. Alla daga. Bros merkir auglýsingavörur með þínu fyrirtækjamerki. Skoðaðu litríkt úrval á bros.is. Bros auglýsingavörur. Norlingabraut 14. Toppur kynnir Fifth Harmony. Stór tónleikar í höllinni 16. mæ. Miðasala hefst 15. mars. Sena lag. Opið til 11 í kvöld. Roadhouse. Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi. Fallegir skartgripir. Fríða Gullsmiður, Skólaverðarstíg 18. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fitnessport. Þið er að hlusta á útvarpsþáttinn FM 95 Blö á útvarpsstöðinni FM 957 og við drengirnir þökkum ykkur kærlega fyrir það. Við ætlum að reyna að launa ykkur hlustunum með góðum þætti. Við erum alltaf í stuði. Við Steindi ekki búin að vera í þessu stúdíu í langan tíma og líður ekki bara svo komin heimstætti. Mér finnst þetta svo þægilegt. Þetta er sko enda enn maður í hættulegu stuði. Við vorum bara enda við að koma, sko við fórum djúpt í einhverja BDSM samræður upp á þurru. Við erum alveg þar sko. Já, þetta getur verið hættulegt. Þetta getur verið stórhættulegt. Egil með jólabjór sem að mér pínu skrítið, er hann ekki útrunna?
bara ég Í mars? Svo lélugur í jólabjórsdrykkjunni í desember. Ég held líka jólabjór eftir Ok, ég skal koma að sækja Ég held með þessi út Sko strafgar, ég ætla að hætta að drekka bjór. Já. Ég eiginlega, þú veist, hætta því. Ég ætla að fá mér einn og einn bjór. En ég ætla að færa mig yfir. Þú ert komið svolítið í rauðvinni, ég rána með það. Já, ég ætla að fara á kaf í rauðvín. Já. Og freyðivín. Hættur í bjór bara. Já, ég ætla að drekka rauðvín, freyðivín og kampavín. En hvað ætlar það að gera fyrir þess að þú ferð að horfa á enska boltan eða segjum að við ætlum að hittast í pílu? Það horfum ekki enska bolt. Ok, en við fyrir oft í pílu á dönsku. Hvað ætlar það bara með freyðivín? Já, akkur ekki. Ég meina, við sko maður píla vel að maður er búið með nokkuð freyðivíns. Ég held að bjór sé ofmat. Ég er líka farin að kíkja á kaloríur ég er með úr sem ég er að fylgjast með kaloríum. Ég skrái allt niður. Kaffibolla, vatn, allt. Þetta er rosalegt úr. Reyndar eitt svalasti maður allan tíma Arnar Gullin Áks, en hann drekkur ekki bjór svo hann fyrir lett með það. Já, oftur að horfa boltan og hann er með okkur, þá er hann kannski með hvítinsglas, allir aðeins með bjór og hann er skýt saman. Miklu skemmtilegra, strákar. Þetta er miklu skemmtilegra. En þú verður aldrei afsalur að hann. En það er komin tími á dagskráliðin hvort myndur frekar og eins og alltaf eru þetta 3 spurningar sem ég ber hér undir drengina og þeir þurfa að svara hvort þeir myndir frekar gera. Og fyrsta, mér finnst hún áhugaverð, þó ég segi sjálf fram. Hvort myndið þið frekar verða aldrei aftur afbrýðisamir eða verða aldrei aftur reiðir? Þið mættu velja að annað hvort færi bara úr líf ykkur. Já, einmitt. Sko, ég er ekki afbrýðisum típa, sko. Nei, ég get stundur afbrýðið, þetta er létt svar fyrir mig. Já, ég er einhvern veginn, ég þælu með það. Já. Sko, þú verður ekki oft reiður heldur. Nei, en ég held að sé rosalega hollt að vera reiður af og til. Já. Þannig að ég, sko Ég vil sjá það snapp oftar. Já, ég hef sé Egil snappa nokkur sinni. Já, ég er ég get snappa núna þessum. Það er ekkert þessu. Egil getur fengið steraköst, sko. Ég er geðgóður, en ég get alveg orðið reiður og þá verð ég líka alveg reiður, þá öskra ég, sko. Mesta sterakast eða svona, ég hef aldrei séð Egil að breiða og þegar Sveppi braut tölvuna sér köpen blindfullur. Það var mjög þreytt. Ég hefði viljað vera það. Braut fartúrlagina, sko. Já, af því að hann var svo reiður af því að í ölkast, hann var ofurlíf. Fólk veit hvernig Sveppi með kurlurnar ráandum og þetta var eins og okkur skets bara þegar hann lappaði að mér og eigði það tölvuna mína, sko. Veistu okkur á leðilega, hann bombaði tölvuna hans Egil af því að hann var svo reiður af því Egil var ekki að drekka með okkur. Já, ég meina, þú veist, varst ekki að vinna líka? Jó, ég þurfti hans að vinna í tölvunni. Ég gæti ekki unni eftir þetta kvöld, hann slátraði henni. Já, þetta er að finna sig. Og þarna var ekkert iCloud eða eitthvað svona já, þú veist það sem að þú myndir eðilegast tölvur núna hérna, mér gæti ekki meira saman. Það verður nýja bara og lokka með iCloudið og þetta er allt þar. En þarna, meira vesen. Sko, hérna, já, verður þú afbrýðisamur? Ég held ég að verið, sko, ég fyrir einhverjum árum síðan ég held ég frekar slæmur að því. Já, ég var það líka. En í augnablikinu, þú ætla að vera 60, þá verður frekar slækur yfir þessu. Ég rólar í dag eitthvað neginn. Já, þú ætti að róast. Já, ég veist ef að ég myndi á símtala hvað það gera, ég er að fá mér glas með Matthew McConaughey, ég myndi, ok, good shit. Já, þú hefði verið brjálæður með þetta. Já, þegar ég er tvítur, það er snappa. Þú veist, það veit ekki hérna, sko. Það skýta með það, sko. Já, ég myndi alltaf maður var veklu veikari þegar maður var yngri. Já, maður var reiðari. Afbrýðisem er líka, afbrýðisem og öfund er held ég þetta versta sem maður getur fyllt manni og maður áræðin að losa sér við það. Já, ég hugsa að ég myndi alltaf vilja halda í reiðina. Já, ég líka. Ég myndi losa með afbrýðisemi. Það er mitt. En þú, hvað er þitt? Hvort myndir frekar? Ég held maður getur bara að lifa lífinu heldur vel á hans að vera afbrýðisamur eða reiður, sko. Þarft hvorugt, en fínt að vera reiður inn á milli. Ef einhver er með alls lofrið niður úr sér, þá lesi yfir hún. Ég held því. Já, fara út í bíl og en einhver drullar á bak. Það er svo gott að steita ef einhver svínar á því, getur ekki vonið the bird. Ég er að segja það, sko. Það er mikilvægt. Næsta spurning, hvort myndið frekar fá 5 milljarða í cash núna? Ég væri mjög til. Ég myndi eiginlega gera hvað sem er. Þannig að þú þarft eiginlega að klára spil. Já, þú myndi fá að breyna bankareikningin 5 milljarðar millifært á eftir. Já, á föstudagskvöldi. Það væri hættulegt. Hvort myndir þið frekar vilja það eða fá tryggingu og þú verður aldrei veikur aftur? Þetta tala þá bara eins og myndi með Bruce Willis. Það tala þá bara alveg flensu eða alvarleg veikindi eða Unbreakable, nei hvað heit hún? Fara aldrei aftur flensu, það er engin sens að fá sjúkdóf, bara þú verður aldrei veikur aftur. En ég meina þá, en þú meina þú veist, maður er að lokum deyr. Já, deyrið bara eins og allir aðrir. Það bara deyrið bara úr slisi eða? Nei, já, meina þú getur lent í slisi eins og allir aðrir. Svo getur líka dag, meina, ef þú fer ekki að hugsa heilsuna þennan til dæmis, þá getur það bara. Nei, þú verður aldrei aftur veikur. Segjum bara að verður 100 ára og bara deyrið úr elli. Já, ok. Enginn af okkur á 100 ára getur glemt í strax. Akkur.
Bútaðu billibittur og Þetta segir að ég geti glemt þegar 100 ára. Já, það er ekki breyk. Þú ættir ekki, held ég bara ekki það. Ekki fræðilega. Nema alltaf, sko, að það var komið góð tækni í framtíðin og getur skipt bara nýru og lifur og það var ekki stöðs. Tala bara eins og ég sé, hvað er eitthvað rugglaður? Svaraði spurningunni, maður. Þú tóð með helviti mörg flöskubor með valdur, sko. Málið er að það er hægt að láta frista sig í dag. Já, ætla að svara spurningunni minni. En sko, ég var til í að sko, og ég meina allir hann úti þú veist, þurfa bara að gera sér besta til þess að hugsa vel sig til þess að minnka líkurnar að vera veikir. Já. Þannig að það er ekki neinum að kenna. Ég er með sama díl og allir aðrir en ég get bara borðað holt og hreitt mig reglulega og mikið farið á mig. En þú veist það eru margir sjúkdómar sem hefur ekkert með það að gera hvort að fólk lifi heilbrigð. Nei, ég veit það, en þú veist það er svo ekki allir fengið sjúkdóm, það getur minnka líkurnar á því og hvernig þú lifir lífinu. Þú ætlar að taka peninginn fyrir að vera aldrei aftur veikur. Þú ert svo pening. Ég held þú getur skokkað til 5 milljarðar, sko. Ég held þú getur skokkað til Kára upp í íslenska erfgreiningu og látið hann sko, hann getur komist að því hvort þú verður veikur bara í framtíðinu. Þannig að þú ætlar líka að taka peninginn. Sko málið það, þú ert með 5 milljarðar á reikning, þá verður aldrei veikur. Þú lætur fyrirbyggja allt. Ángríns, þú getur látið skipt blóð í þér, öll líffæri. Steve Jobs var veikur, hann tar meira en 5 milljarðar. Já, hann bara svaf á vaktinu, hann sofnaði á vaktinu. Málið það, þú getur núna að farið einhvern með 5 milljarðar, einhvern til Bandaríkjanna í einhverja hvelfingu einhver staðar með einhverjum brjálaðingum í hvítum sloppum og látið skiptum heila í þér. Nei, ég held það. Jú. Það er ekki svona vitt. Ég held að það sé allt hægt. Allt hægt. Ég getur um til klóna þig. Þá bara þykir þið peninginn. Það er ekki að segja að Björgúli Tórs er ekki búin að klóna sig. Það er ekki einn náingi, sko. Bara svo þið vitið að þá eru þið báður að segja að þið takkir pening fram yfir heilsekar. Snýst þetta ekki líka upplifanir, þú veist, þú getur upplifað meira á 20 árum en annað gera 100 árum, þú veist, og 5 milljarðar getur klárað heldur margt á bökkarlistanum hratt, sko. Þetta hlýtur að snúast minningar inn í end, sko. Já, ok. Legðin á okkur. Peningagráður svín. Loka spurning, nú er ég báðir litla stelpur og þegar þær verða eldri þá þær er eftir að eignast kærasta eða kærustu. Þetta er ekki fara þanga. Þetta er mjög saglust. Ég kvíði fyrir þessu. Þetta er mjög saglust. Það er frekar líklegt. Já, eða ekki. Þau myndir eignast maka. Hvort myndið þið frekar, segjum að þessu báðar straight, dætur ykkar. Hvort myndið þið frekar vilja að dóttir ykkar myndi byrja með típu og almenns útlit og Ásgeir Kolbeins eða Ívar Guðmunds þegar það verður eldri? Sko, ég held að dóttir mín sé lesbía. Ég bara svara því strax. Get ekki svarað þessu. Strax svo kom með einhvern enginn í þar eða? Nei, ég get ekki svarað þessu, þetta er hrikalegt. Já, bara get ekki svara spurningu. Get ég gett ílu og getur við sippað allt í byrni en eins og þriðja valmöðulega. Það væri helviti gott að við getum mögulega mjakað þeim mestaran inn. Já, sko ég er basically að spyrja er þið værið, ok, bara eldri menn? Já, ég meina það er tveir frábæri valkostur, Ásgeir Kolbeins og Ívar Guðmunds. Þetta eru menn sem geta borga reikningana báðu hver mánaðamót. Þannig að þú ert að tala um annarkort. Þannig að hún er ekki í vesinni þar. Ok, þú ert að tala um svona öfgamassaðan mann sem drekkur mikinn Red Bull. Kolbeinn þrifóður. Eða mjög hávaxinn mann sem er snirtipinni. Ívar Guðmunds vakta klukkan 8 og fer með þeir í bláfyll og skíði. Ég veit alveg hvað þeir gera mennirnir. Ég geti bara svarað þessu. Þetta eru tveir geggjaðar valmöðuleikar. Geggjaðir. En Valtarinn er ekki komin að inn? Nei, ég gæti ekki left Valtarum að fljóta nú. Því að hann hefði náttúrulega orðið fyrir valinu, sko. Já, ok, gefum við Valtarum þetta bara. Ég sé þið geti ekki svarað. Valtý Björn. Já, ég hugsa að ég segi líka Valtý Björn. FM 95 blöð hér á FM 957. Egill Einarsson, hann hefur farið fram að pissa eða ég veit það ekki, taka eitthvað liftur eða eitthvað. Við steindur bara tveir núna. Það er hárrétt hjá þér og við ætlum að nýta tíma vel. Við ætlum að fara í óþægilegu Gallup-könnunna. Já. Þetta er svona... Þú ætlar samt að segja bara og setja hringja frá háskóla. Við getum vel ekki vel að draga fyrirtæki inn í þetta. Já, þú meinar. Já, ég get gert það. Ég segi bara, veistu hvað, það er langskemmtilegast. Fyrir hvernig þetta gera þessa könnun? Ég er bara svona fyrir sjálf á mig, sko. Það er alltaf furðulegt. En þú ætlar að byrja á því að vera með svona þægilega spurningar til að veiða þau inn í þig og svo förum við þetta svona. Jú, en málið það, ég ætla ekki að fara í, sko, þetta er fyrsta skipti sem við gerum þetta. Ég reynda var með hann á dagskalið, en það eru svona 3-4 ár síðan. Já, einmitt. Ég náttúrulega var alltaf að gera þetta upp í Mosfellsbæ, en ég náttúrulega var ekki það var engin hljóðnemar á mér. Það var bara ég að vera ég. Þú bara leikaðir Símoni? Já, sem er bara náttúrulega gengur ekkert.
En ég ætla ekki að fara neitt yfir strikið. Ég ætla bara svona rétt að spurja, þú veist, Ekki segja hvað. Já, þú vilt ekki fá eina? Nei. Ég ætla að koma þér óvart. Já, ég veit sumt af það. Já, ekki allt. Ok. Ertu ready? Ég er klár. Ég ætla að byrja á hósti. Veit ég ætla að byrja að sérst leið og svara og hósta ég hans. Það er bara gaman að þið. Halló. Já, góðan daginn. Halló, góðan daginn. Góðan daginn. Já, Finnur heiti ég og ringi hérna frá Háskóla Íslands. Herðu, mætti ég nokkuð fá að tefja þig í svona 1 mínútu með örstuttri könnun? Þetta tekur enga stund. Já, ég verð það ekki út af henni, ég hef sveit í þið. Já, ekkert mál. Já. Herðu, þá þetta örstutt könnun. Fyrsta spurningin er, hvað verslar þú oft í viku? A, 1 sinni, B, 2 sinnum í viku, C, annað. Já, þetta er aldrei upp á ofan, alltaf sé ekki bara að sé. Góð dag. Símon heiti ég og er að ringja hérna frá Háskóla Íslands. Já. Hvað verslar þú oft í viku? A, 1 sinni í viku, B, 2 í viku, C, annað. Allt og oft bara. Þetta er svona örlítil könnun sem við erum að taka, það tekur ekki nema svona 30 sekundur. Hvernig bíl keyrirðu með spurning 2? Er það A, Toyota, B, Ford Escort 85 eða C, annað? Já, það sé annað. Hefurðu sofið hjá svörtu manni? Nei. Nei, ok. Það nei. Nei, ekki gert. Hefur einhvern tíma sofið hjá svörtu manni? Nei. Það er nei þar, já, Hefurðu sofið hjá svörtu manni? Nei. Já, svo er það 4. spurning, hvenær finnur þú mest fyrir svona kynferðislegri örvun? Er það A á morgnana, B á kvöldin eða C annað? Hvers konar eiginlega spurningar er þetta? Já, þetta sé ekki bara C annað. Það sé annað, já, það er meira kannski eins og síðdegis eða á nóttin. Já. Herðu, hvað finnst þér kynþokka, finnst það dýrið? Það lítur þá er bara konan í. Já. Konan þín, já. Ef þú myndir myrða manneskju, hvernig myndir þú myrðana? Það er A, kirkjana, B, stingana, C, eitra fyrir henni, D, annað. Ég myndi bara aldrei myrða nokkra einustu mannesku. Hvað finnst þér kynþokka, finnst það dýrið? Dýrið? Já. Nei, heyrðu, með nú. Herðu, svo er að loka spurning, ef þú myndir myrða mannesku, hvernig myndir þú myrðana? A, kirkjana, B, stingana, C, eitra fyrir henni, D, annað. Já, öllu líkitum myndi maður náttúrulega, ég nota þarna C, sko. Eitrið? Já, eitrið, heldur það ekki, og... Já, þú myndir líklegast eitra fyrir manneskunni. Já, ef maður hefði það eitthvað í huga, sko. Já, einmitt. Heyrðu, aðeinslegt, takk kærlega fyrir þetta. Þá er ég allavega sáttur. Hver stendur fyrir þessu í könnun? Já, þetta er nú svona aðalega bara fyrir sjálfa mig, sko. Og mér skilst að íslenska liði sé með einfalt kerfi að vanda. Það er lagt upp með að spila 5-2 sem þýðir 5 aðaltölur og 2 stjörnutölur. En það er sama hvernig kerfi er. Þetta er auðvitað hluta til spurningum hefni. Að hluta, stóru hluta, mjög stórum hluta. Potturinn stefnir í 5,1 miljard. Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni, alla föstudaga. Singalong kvöld á Hverfisbarnum á laugardaginn. 2 fyrir 1 af koktelum frá klukkan 21. Frítt inn, sjáumst, Hverfisbarinn. Prinsess Nokia, Páll Óskar, Vök, Reykjavíkudætur, Alvía, Sóleyman og margir fleiri koma fram á tónlistarveislu Lunga dagana 20. og 21. júlí næstkomandi. Tryggðu þér early bird miða á tix.is, takmarkaður fjöldi miða í boði. Það er opið hjá okkur allan sólarhringinn og bensínið er alltaf ódýrt. Ég veit ekki hvað þið gætu beðið meira. Dælan, engir afslættir, bara lægra verð fyrir alla. Er bróðursonur afaðins að fara að ferma? Veistu lítið hvar áhugamál fermingabatsins liggja? Þá getur gjafakort Elko ekki klikkað. Elko, með fermingarnar á hreinu í 20 ár. Laugarásbíó kynnir ný viðmið í bíóupplifun á Íslandi. AXL. Sjáðu nýjustu myndirnar í bestu mögulegu gæðum. Laugarásbíó. Bara lúxus. Vertu fyrstur í heiminum til að smakka. Jag ska leva fallet
Síðustu sýningar á Fjarskalandi eru komnar í sölu. Ekki missa af einstöku ævintýri og skotheldri fjölskylduskemmtun. Miðasala á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsið. Sveigjanleikinn tryggir lægra verð, en það kunna Íslendingar að haga seglum eftir vindi. Air Iceland Connect. Optimum bandsægir og standborvélar í úrvali. Vandaðar vörur í 90 ár. Fossberg. Við eigum jeppadekk í miklu úrvali frá Pirelli. Nestek. Hefur þú smakað nýja heitreikta laxinn frá Norðanfiski? Vörur Norðanfisks fást í bónus. Barnaherbergi á öllum stöðum. American Style. Loksins á Íslandi. Clay augndroppar frá Clear Eyes. Fást nú í apótekum. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fitnessport. Það held ég að þau eru að hlusta á FM 957 hér á FM. Það er 9. mars og það er allir léttir. Frábær einhvern. Já, þetta er æðislega. Þú ert búin að slípa svo Egill. Já, ég er bara búin að vinna í þessi mörg ár. Þú ert búin að fanta út á smaður. Ég er ánægð með að Egill lætur ekki FM talsmátan ná sér, þennan gamla, þennan útbrenda talsmátan. Við höfum oft rætt að við notum ekki nóga mikið hér á FM. Ég er búin að hlusta á Heiðar Austmann í yfir 20 ár í útvarpi. Hann er 20 ár útvarpsafmæli daginn. Er hann your idol þannig að kemur útvarpsmönnum? Já, hann er bara geggjaður í hressum innkom. Það var einhvern veginn innkom Heiðar Austmann, hann er ekki hress. Nei, aldrei. Meira þess að þó að sé kannski bjáta einhvað á í félagslega heimilislífinu. Finnur ekki fyrir í útvarpinu hjá hann. Mér veist að Richard er hann að stela honum yfir aftur. Já. Það væri rosalegt comeback. Heiðar Austmann komin aftur á FM, það var svakalt. Topp maður, fá hann og Þröstur Rúðust líka bara. Já, fá og Kalla Lú. Er það ekki ykkur? Það er nóga legendum. Það er fullt af legendum. Það er eins og komin tími á dagskrárliði sem heitir Myndur fyrir Cash og Steindi Junior heimta að fá stjórnum í dag. Já, ég pantaði þennan dagskrárliði. Það er ekki með spes, það er Þú erum ekki ofta verið með hann. Nei, og ég líka er búin að vera alltaf spenntur og lagði metnaði spurningarnar, eitthvað sem ég væri alveg til í að heyra hvað þið segið. Ég vill heyra svörin. En ég væri líka til að fá trailer. Já. Hann er svolítið langur sko. Já, ég og Egill vorum að tala um þetta. Þetta er eini sensin að fá hann í gegn. Æ, fuck it. Would you like to have Hanna, Egill. Þetta er besti trailer sem þú hefur gert. Þú hefur nú gert á marga slaka. Já, en þessi... Ég veist að vera svo stuttur. Hann er 2:20. Hann hefði kannski mátt vera svona... Hann hefði kannski mátt vera 45 sekúndur, ég veit ekki. En hann er helviti langur. Ok, strákar, myndur fyrir Cash. Já. Og hérna, sko, ég er með 3 spurningar og eina varaspurningu. Ef stemning leifir. Ok. Sem er svolítið skemmtilegt. Já, alveg frábært. Herru, ok, þá er það hérna, ég ætla að byrja. Það er fyrsta spurning. Já. Myndu þið sofa við hliðin á Rikka G? Nú ætla ég að nota Rikka því hann er búin að vera hérna að standa vaktina. Já, hann er líka svona nánast 4. hjólið í þættinu. Hann er það oft. Og þetta er heiðurspurning. Okay. Sofa við hliðin á Rikka G. No funny business, bara sofa við hliðin á. Já, bara ekkert að bralla með honum. Til dæmis, ímyndaður Egill, hann kæmi og hann myndi koma í milli. Hann væri bara hjá þér og konni. Hann myndi sofa við hliðin á þér næstu 10 árin. Vá. Já. Nei, býði, næstu 10 árin. Það er allt og langur tími. Nei, alls ekki. Leiðum mér að klára. 10 ár. Já, 10 ár. Fyrir 2 milljónir á mánuði. Nei. Býtu, þetta eru auka 2. Þetta eru auka 2. Það er ekki að gefa upp í lúmi hjá mér alltaf. Það er ruggla. En býtu, þetta eru 2 milljónir. Það er ekki að borga skatta því neitt og fara í skjálatur. Svo ég held þú að fara að segja 5 miljardar. 5 miljardar? Já, þetta eru örugglega 5 miljardar. Hvað er þetta á 10 árum? En ok, þess að við hugsaum út, 2 milljónir aukalega mánuði. Það meiðist enginn og það slasast enginn og þetta er bara þú ert sofandi og... Já, með Rikka við hliðina þar. Ég veit það, en síðan sko... Mér finnst þetta að vera meira þess að of há upphæð. Ef þú ert með konu og þú var áhuga stundum með henni samlíf, þá getur þetta að fara frá mig stofu. Samlíf? Nei, sko málega, hvað er það? Hvítasílu? Nei, sko, strafna, þeir eru að miskila. Ef þú myndir vilja stunda killi með konni, bara stundar að killi með konni. Notaði samlíf, það er það. Já, samlíf, já. En áður þú fer að sofa, þarf það ringi Rikka, hann mætir. Hann þarf ekki að vera á þetta með hann. Hann þarf bara að sofa við liðina. Bara eins og bánsi. Bara eins og bánsi. Sem slefar og rítur, sko. Bara rétt áður að sopna, þá skriður hann upp í. Já. Þannig hann hefur engin áhrif á neitt. Það meiðist enginn og...
En hann hrítur hann rekur rosalega mikið við, ég veit það. Já, og gerir það pottitt líka á nótt. Ég veist að ég ætla að segja nei við þessu, líf mitt bara nokkuð þægilegt á þess að hafa hann við hliðina mér allar nætur. En þú getur ímyndað, þú getur hringt í að þú ert orðin svo þreyttur að þú ert bara 10 sekúndur frá þér. Ég minnst þetta bara langur tími. Þetta er stærra rúm, þetta er risarúm. Já, ég myndi gera þetta í 1 ár, easily, viðurkenna. 10 ár? 10 ár, þetta er langur tími. Já, þetta er það. Þetta er nei hjá mér. Þetta er stór hluti ævinar. Meiðist enginn. Það er hart nei hér, því miður, og þetta er ekki að því ég er neitt á móti Rikka. Ég var alveg til að hafa hann við hliðina með nokkuð. Auka 2 kúlur á mánuði, ég veit að það er margir sem myndir kíla. Eftir mánuð streit af honum við hliðina og rekkandi við og rópandi og hvað. Vildi bara segja nei á við. Því miður. Þetta var easy nei. Var þetta easy nei? Þetta var ekki easy nei, 2 kúlur og svona, en því miður nei. Já, ok. Herru, þá er önnur spurning. Báðu sögðu nei. Mundu þið verið með ælupest í 3 mánuði? Stanslust. Fyrir 15 milljónir. 5 milljónir á mánuði? 5 milljónir aukala mánuði og þetta eru svona, ég myndi gíska á hvað er venjuleg ælupest. Svona sólarring sko. Já, ég veit það, en þetta eru svona kannski 5 ælur, hár hiti og 5 ælur á dag. Og þannig ég verði alveg fara veikur og verði bara hrikalega hórar. Já, þú hórar, þú deyrið ekki, þú ert aldrei hættu. Sko, kostur við ælupest er að hún er sólarring. Það er eina góð við það. Ég veit það, ég veit alltaf. Þannig kemur munun á mér og ykkur. Ég tek heilsu mína fram með peningan, ég segi nei. En þú verður alltaf góður eftir þetta. Það er aldrei vesen. Já, ég ætla bara ekki að vera veikur í 3 mánuði. 3 mánuður? Nei, 15 miljón. Hvað er einasta degi? En þú getur ekki unnið og þú getur ekki fara út. Ég myndi frekar hafa Rikka við hliðina mér allar nætur í 3 mánuði heldur en að vera með ælupest. En stráka, við erum að tala samt sko, við erum að tala 5 ælur á dag, það er ekki það mikið vesen. En ef getur gert, sko, maður getur fara út í húsi og ælt bara 5 sinum. Já, ég er heima, fór veikur, það ekki, bara við rúmi, bara titrandi. Ég meina, þú getur alveg fara út í búð, en þú ert samt alveg bara með 39,5 og með kuldan og þú ert hrikalegur að sjá og þú ert bara með ælupest. Já, þetta er easy nei hjá mér. Easy nei, 15, ok, ef ég hætti upp í 30 milljónir. 30 milljónir myndi ég kannski fara að skoða þetta. Heyrðu, voðalega nóg til hjá þetta. Jesus, ég bara vill ekki vera með ælupest í 3 mánuði. Ég er ekki svo þið ætla ekki pening fram með helst. Það myndi skoða þetta allavega með 30. Já, ég myndi segja nei við 15. 15 kúlur, 3 mánuða ælupest. Ég er ekki ælupest og sólarhingur líður eins og... Það er málið, þetta er viðbjóður. Og það sáttum við 3 Þetta myndi líða eins og 3 ár. Já, já. Og þú ert ekki eins og þið líður það illa og það er ekki svona upp í sófa og horfa á sjónvarpið. Ég er að finna meira og meira hvað þetta er létt nei fyrir mig. Þetta væri bara basic flensa. Já. Þú væri búin að kvitta á þetta strax. En sen er ekkert verða fyrir vöðabyggingu en að æla mikið sko. Þannig þetta er nei hjá þér. Þetta er ekki gott fyrir styrarhau sko. Allar hendur nei. Það er engin búin að segja, ég veit ekki hvort þú fáir að stjórna myndir fyrir kæs afturstund, það er nei við öll. Já, heyrðu, þetta er bara sko. Þetta er okkur alvöru díl. Já, komdu með. Ok, sko komið með alvöru díl núna. Eru það klárir? Þetta er 3. Mynduðu þið, ég veit ekki alveg hvernig ég orða þess að mynduðu þið hérna, mynduðu þið vilja geta sem sagt, gera eitthvað glaðan dag sjálfir með munninum á okkur. Sem sagt sko, þið getur trítað, hvernig er best að orða þetta? Þetta er vesen. Ég ætla sem bara best að sleppa þess. Þetta er fjölskyldu þáttur. Já, bara sleppa þess. Það má segja munnmök, má ekki segja munnmök. Það hlýtur að með að segja munnmök. Með þú sagt verið hlutin það er það ekki? Jú, munnmök. Ef þið mættu veita sjálfum ykkur, þið gætu veitt sjálfum ykkur munnmök. Já, ok, það er alveg... Það var frekar liður og... Já, ég næðis ekki alveg hvað það var pening fyrir það. Það væri, já sko... Þetta er heimst maður. Peningurinn er, þetta er lítill peningur, þetta er kannski svona meira siðferðslega spurning. Fyrir 10 skall. Fyrir 10 skall? Það er 10 skall. Já, ég menna þá myndi ég alltaf bara taka 10 skallin og það þarf enginn að segja ég myndi gera hitt. Nei, það þarft að gera hitt, allavega einu sinni. Nei, góður. Já, myndi maður, nei, fjandinn. Sko, við erum að tala það að þú snappaði af því. Það var gott kameri og þú hólar í þetta. Ég hjóli. Þetta var myndur við kæst með Steifur og Róari. Þú er að svara. Svara, þetta er bara, nei, ég held ekki, ég veit ekki. Já, þú veist það ekki, það er málið. Hvað er Egil, hvað myndir þú gera? Ég minnst þetta ekki frábær díl, sko. Ég minnst þetta eitthvað slagt. Slagu díl? En sérðu, ég er svo langt frá því. Þú gætir sko... Nei, ég veit það. Þetta er ekki glæta. Nei, það er riðbenn fjarlæg. Þetta er að vera í 5 leikum. Þetta er sérstaklega eftir þeistindi því að þú ert bæði hrikalega óliður og svo ertu með svona dyrabjöld. Þannig að þetta væri hræðilegt fyrir mig. Hræðilegt að heyra þetta. Nei, ég var að segja að þetta var erfiðar fyrir mig. Þetta var mjög erfið. Ég veit bara ekki hvort það sé eitthvað veistla. Hættum að ræða þetta maður. Þetta var myndur fyrir kæðis. Er þetta nei hjá okkur báðum? Já, það var nei við öllu. Það var ekki bónusspurningar. Nei, hann fær ekki bónusspurningar, það var svo lélega. Þú varst hálfu efins með þessa seinustu. Take a seat
Right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? Þeir eru að hlusta hér á FM 957 FM 95 blöð á FM 957. Við höfum blendað Leigir Leinarsson og Steinþór Hróar Steinþórsson með ykkur til 6 í dag, eins og flesta aðra föstudag. Og já, það er komið tími á dagskrárlið sem að ég er mjög peppaði fyrir. Það er margir sem vilja meina að þessi virtasti dagskrárliður FM 95 blöð frá upphafi. Og já, ég er stoppaður 2-3 í viku og fyrir hvernig þetta kemur aftur. Hvaða fólk er samt að segja þetta? Og ég er búin að lofa mörgum hlustendum að þetta komi aftur að, en ég fekk leyfi frá ykkur strákar þessi einu sinni í mánuði og þeir voru tilbúinir þá. Það eru sturlaða staðreyndir. En er einhver alveg max. Er ein sem er raungu að giska? Já, það er ein sem er ekki sturluð staðreind. Ok, yes, það er gaman. Já, og þetta er ekki lengur 10, þetta er bara 5. Þannig að þetta eru 4 eru sturlaðar og ein er einhvað sem ég bjóð til. Ok. Eru þið tilbúinir? Við erum klárir. Frakkar sofa að meðaltali 9 tíma á dag, sem er það mesta af öllu, sem mest í heiminum. Það er engin þjóð sem sefur 9 klukkutíma? Já. Sko, er það ekki bara unga börn sem sofa svona lengi? Já, hvað eru þið að taka? 7? Ég næ yfirleitt ekki 7. Ég er góður inn að 7 held ég. Já, eitthvað stað þar. 9, það er svolítið mikið. Ég er yfirleitt svona 6, kannski stundum oft minna sko. Mér finnst mjög leiðilegt að sofa, þegar mér dreymir aldrei neitt. Þannig að ég reyna sko. Leiðilegt, þú finnur ekkert fyrir því það. Nei, en þú veist, mér finnst þetta að vera ógeðslega leiðilegt. Á segja sleitt, ég er búin að lesa margar sögur menn sem borðuðu bara kjöt og ekkert annað og losnuðu við hrótunar og kæfisinn. Bara hvarf. Er það? Já. Þú þarf að borða meira kjöt og hætta þessu ógeðis. En bara, þannig að það borður ekkert annað sko. Þannig að bara hrótunar fóru. Já, ég er hrikalegur sko. Dreymir ekki eins og ný. Maður heyrir á milli herbyggja sko. En mér dreymir aldrei sko. Þannig að mér finnst svo leiðilegt. Þannig að ég reyna alltaf að horfa á 2-3 þætti viðbót til orðin þreyttur sko. Þannig að reyna að fresta þessu eins og ég get, mögulega. Svo er næsta stöðna staðrind, lélegur tónlistasmekkur og lág greindavísitala haldast í hendur. Já. Það er svoleiðis. Nú er ég ekkert að horfa Hvað starf allir á mig? Við horfum báðir á því. Það er svolítið hannig. Út að ég teknohaus? Nei, bara DJ Alligator og Pitbull og... Ég er ekki að segja þetta heimskur eigið. Já, og starðir á mig samt með lélegasta tónlistasmekk sem ég veit og ég hef sagt það sem ég kynntist þér. Þann allra lélegasta. Ég veit enga sem kemst í tær við þig. Veistu að tónlist sem ég hlusta á er mjög mikið spiluð á hátíðis Tomorrowland og það reyna 5 milljónir manna og sömu sekundar að kaupa sér miða og einhvers 180.000 manns geta keypt sér miða. Það er fleiri en ég. Það segja mér að sé að spila Blow My Whistle Bitch og eitthvað svona. Það reyndar hann ekki að spila þar, ég veit ekki. Ég er að tala um þessu ógeðslög. Ef allir getur myndið fá Skúter að spila þar til þannig. Já, Skúter er ekki bókaður í ári. Nei, það ég er að segja, þú var með hræðilega tónlistasmekk. Já, þetta meikar nú alveg sens sko. En hver metur, þú veist, hvað er lélegur tónlistasmekkur? Þannig það er svolítið erfitt að með að setja puttan á það sko. Eins og mér finnst tónlistasmekkurinn að segja hræðilegur og hann er ekki sammála. Nei, en honum finnst þinn sennilega algjör viðbjóður. Nei, með það. Já, þú veist, nei Ekkert hræðilegur? Nei, ekkert hræðilegur, en bara, þú veist, þú veist, svolítið rólegur. Vantar hvernig tempó í hann finnst mér. Já, það vantar aðeins meira það sko. Hárað næsta og þið munið að reyta þessu kjaftaði. Næsta er, börn eru fallegri því yngri sem foreldrar eru þeirra eignastu. Þetta er ekkert voðalega góða fréttir fyrir mig. Þetta er ég að fara að eignast að ugly child. Þetta gruna mig Nei, blöður alltaf með beautiful child. Þetta gruna mig. Já, þú verður með alveg sköllóttan geggjaðan ánga sko. Ég held að þetta sé bullið. Það getur ekki annað verið. Að börn séu. Þannig að halda það sé ekki til í þessu. Hvað meinu, ef það er bara 60 ára gamall maður, þú getur alltaf eignast börn, þú veist það. Það er náttúrulega erfiðara fyrir konur með aldrinum. En það er líka klukka okkur, eða ekki? Já, það er, jú, kannski, en hún er einhvern veginn aðeins skárri, sko. Það hafa alveg, ég nenni nú ekki að googla þetta, en það hefur örugglega 80 ára gamall maður eignast barn, sko. Einhvers staðar í heiminum. Hvað er það bara einhver Frankenstein sem er að koma það? Hvað viðbjóður kemur í heiminn? Án gríns. Það er náttúrulega ef að báðir fóreldrarnir bara hálft svín eða eitthvað. Ég meina ef báðir, það hefur eldgamalt fólk, ömmur og afar hafa eignast barn sko. Hálft svín. Ég meina hvaða sori mætir á jörðina ef það er áttrætt par. Þetta getur ekki staðist.
Þú veist, jú, það kannski líkur að krakki verið svolítið skrítin. Þú ætla að teipa eftir að þetta hefði verið. Já, ég held það. Það eru 2 réttir. Aðeins 24% fólk á aldrinu 14 til 40 ára kann að fara í góðan sleik eða franskan koss. Já, þetta held ég að þetta kemur ekki svona óvart. Já, ok, þannig finnst það bara 1 af hverjum 4 finnst það eðlilegt að 3 af hverjum 4 kunni ekki að fara í sleik. Ég hef alltaf sagt þetta, krakkar að núti kunni ekki að fara í sleik. Það er 17 ára eldri. Já, hvað metur að þú veist hvað góðu sleikur og það er þetta hell of a point. Já, það er hvað þarf það að hafa til að hendi góðan sleik? Haldið að þið séu góður í sleik? Ég held að ég sé geggjaður í sleik. Nú er ég ekki stríður. Geggjaður í sleik. Ég held að það séð ógeðslast að þú sagði þetta í sleik. Steindi geggjaður í sleik. Ég ætla að setja þetta bara á Twitter. Steindi geggjaður. Þetta er hræðilegt. Þú finnur alveg, þú er mjög góður í sleik. Vel above average í sleik. Já, alveg 100%. Hefur hvern maður sagt þér og sett góður? Já, ok. Alveg. Margótt er sagt í þig. Margótt er sagt í þig. Ég spurði kona mínu dagir, finnst þér ekki kallið vera hún er góður í sleik? Og hún bara, kinkaði kolli. Egil, lætur að þú setja góður á Steindi? Ekki að góður á Steindi. Ég held að sé ágætt. Hann er geggjaður í sleik. Já, ég er fáir í að góður. Ég myndi segja að ég væri svona meðalmaður í sleik. Já, ég held að ég sé það líka. En segið mig þá annað. Því að nú hafið þið tekið nokkra sleiki gegnum tíðina. Hafa fleiri heldur en fáar verið lélegar sem hafa verið á hinum endanum? Svona að því að með tölfræðina þá ættu að fleiri að vera lélegar heldur en góðar. Já, lélegar í sleik. Já, eins og að stóði í konunum French Kiss. Tennur rekka saman og svona óþægilegt. Já, ég man eftir einu, ég myndi hún aldrei nafngreina hér í rættunum, en það var einu sinni sem að böggaði mig að því að tungan fór á milli og hún fór svo hratt. Ég var bara herri slakað á, veist, ég var að hugsa bara herri. Já, vildur fá þetta hægt og róla? Já, bara slökum það. Alveg á milljón. Það var eitthvað svona teknohaus sem við gerum þetta. Tempo, ég er hefnað tempón. Ertu tempósleikari? Nei, þetta var ekki ég. Nei, Egil er mikið fyrir tempósleik. Hann veit bara að hafa tungun og 80 km/h. Ég hef séð Egil ofurölvi í lest að leika Bruno-atrið til að fara að opna sig fyrir hvað heitir það hérna? Já, við miðlinn. Það var að tala Milli Vanilli. Já, þá var Egil með tungun á milljón í lestinu og ég veina alveg. Ég held að Egil er tempósleikari. Ég er mjög góð tempóð þar. Ég væri til að tala þetta miklu lengur. Þegar ég held að útvarpsþátturinn okkar get ekki fara á lægra grunnskóla plana þá eru konur á. Það er ekki okkur að kenna við sem allir geggjaðir í sleik sko. Það er bara, þú veist, þannig er lífið. En svo þið svarið spurningunni, finnst ykkur að verið meira vondir heldur en góðir? Ég held að það verið fleiri góðir en vondir en mér. Já, ég held að fleiri góðir en einn og einn slæmur. Já, ég gengur ekki vist. Já, mann kannski ekki allt sko. En svo kannski stelpum sem maður finnst við ræðilegir, maður veit það ekki. Síðasta sturlaða staðarinn dagsins, Sal, og þetta var sérstaklega tekið fyrir þig. Ég veit þú eru ánæði núna. Er þetta eitthvað sem einu heldur mikið tempó eða? Sala á Ray-Ban sólglerugum jógst 40% eftir Top Gun. Það kemur óvart að það sé ekki meira bara 40%. Já, það vildi allir verið með Ray-Ban eins og Tom Cruise. Auðvitað, og hvað var ekki, Val Kilmer? Já, Val Kilmer. Ég held að Val Kilmer hafi nú ekki verið að bústa söluna mikið, sko, ekki með hann er inn á barnum með speklasóglurun með drikk. Það er rosalega, sko. Já, það er rosalega. Þá eru, Sturlas, ok, verið núna alveg hinskilnað, því ég veitir alltaf ekki með skýtur. Fannst okkur ekki bara gaman að fyrir Sturlas staðinn? Jó, það voru bara fínar þeir. Já, sleikunum var geggjaður. En núna þurfum við að giska, hvað var það sem var kæft það? Ég ætla að halda við mitt, sko. Ég held að það sé gamalt fólk og börn verða ljótari. Ok, Egil, hvað segir þú? Ég ætla að segja að sleikurinn hefur verið Horseman. Það er hárið eftir að gilsa. En betur hvað minnur, er rétt? Ertu að segja mér að það sé rétt ef gamalt fólk? Já, því eldri sem ert því með líkur að krakki verið ljótur. Það er hræðilega frétti fyrir mig, en það verða 60. FM 95 Blö á FM 957. Ég og beint á móti með sitja þeir Egil Einarsson og Steinþór Hróar Steinþórsson og þátturinn kalla sig FM 95 Blö fyrir þá sem að voru að spá í það svona hvað ég var að hlusta og það er komin tími á dagskrárlið sem að ég hef nú minnst á áður hér að þetta er sá dagskrárlið sem að ég hrættastur við og hann heitir spurningakeppni Gilsarans. Já, maður er alltaf logandi hrættu við þetta. En þú varst ekki búin að velja þeim? Nei, sko,
Ég kastaði upp á það. Ég gáttu fengið út af því ég setti, sko ég er búin að 4 spurningar með þau voru erlendis. Það er King of Being a Comedian, sem Sóli Hólm keppt á móti Richard. King of Being a Comedian? Já, ég er með King of Being Self-Made, sem Simmi Vil keppt á móti Richard. Simmi vantilega rústa. King of Being a Professional, Aron Einar keppt á móti Richard. Og séð er með King of Cleaning, sem Ásgeir Kolbeins keppt á móti Richard. King of Cleaning? Þeir þrýfa mikið. Og ég kastaði upp á þetta. Þetta var skemmtilega spurningir á okkur báða. Og það kom upp King of Cleaning. Það kom upp King of Cleaning? Ok. Ég veit nú að viðkynna, þetta er ekkert einhver titill sem ég er að berast fyrir þetta, sko. Nei, en það er vera hreinlegur og snirtilegur. Já, nú er þetta bara þetta er bara beint, ég spurði Kolb og Richard af þessu og nú komið að ykkur félagunum. Ok. Þannig þú basically var að tjekka hvort þú séum góður að, hvað, þrífa? Já, þessu málið þeir eru báðir. Ég hlýt að vinna þetta, Steindi er ógeð. Málið er það. Það er svolítið. Ég sé bílina. Steindi er ógeð. Hendurðu bara í sprengina. Ég var að hugsa bílið. Sko, málið er það. Ég vill ekki að Steindi sæki mig á bílinu sinu þegar ég er jakka. En sko, nú ætla ég að segja hvernig. Ég viðurkenni að vinnu bílinn sem ég á er skítur. En heima hjá mér allt mjög hreint. Það er út af Sigrúnu. Já, nei, ég er snirtipinni, sko. Nei. Algjörlega. Það kemur svolítið í ljós. Ég meina, sástu hótelherbyggið? Það var bara engin Sigrún til að taka til eftir. Herbyggið var ógæstlegt. Nei. Voru ekki saman herbyggið félagandi? Það var ekkert að herbygginu. Var reynt að hrjóta? Ég þurfti að láta skipta, ég gæti ekki verið með hann allan tíma. Það er alltaf að deila, menn þurfa að deila í að vera með mér. Það er bara, í hverju borg er nýr maður. Það var geðvig, sko. Hörðu, ok, hérna fyrir mig þetta. Hörðu, þetta eru nokkar spurningar. Höndum okkur í þetta. Hefur þú rakað á þeirra raskatið? Það er fyrsta, þetta er beint í djúsistöfi. Ég er eitthvað hefur þessu. En hérna, sko. Þetta er lögja bara, þrýfa sig og snirti mennska og svona. Þetta er spurningin, hefur rakað að raskatið? Ég ætla að tala um inn á bað og allt í hárum. Hvers konar keppni er þetta? Já, þetta er greinlega. Ég var að hugsa þetta einhvern veginn aftur fyrir þessu. Já, þetta er, mér heyrðist þetta er eftir að segja eitthvað. Akkur heitir þetta ekki bara hvor er meiri metrómaður? Ég held að vera að segja, hefur þú rakað að raskatið inn á baði og skilið hárin eftir? Eitthvað svona. Spurningi á búinni, hefur þú rakað að raskatið? Það hendi punkt eftir það, sko. Ég hef ekki rakað að raskatið. Og mun ekki gera. Nei, ég er ekki sérstaklega loðinn maður. Ég hef ekki gert það, sko. Aldrei. Við höfum hvoruðu gert það. Hvoruðu fær punkt af það. Aldrei á ævinni. Aldrei á ævinni, henni sköfum það. Rikki er náttúrulega, hann setti háræðingakrem á raskatið á sér. Já. Rikki er alltaf að koma með, hann er nett furðulug. Bónaði sér bara þannig, setti háræðingakrem á magna. En sko, margt sem hefur komið í ljós, sko, hann er að bralla í svona þættir. Það er samt eitthvað sem ég hefði mátt skoða að gera sem úlingu þegar ég fekk eitthvað sem heitir tvíburabróðir. Það er ekki kókain. Hvað finnst þið? Nei, er það kókain? Já, var það ekki sangat Pinnjandi að Bubba, hver var þetta til það? Tvíburabróðir? Ég held sér 2 grömm að kókain. Fekstu þér það sem úrlingur? Nei. Þið er ekki játum. Ef ég fæ að útskýra fyrir ykkur. Ég veit hvað þetta er. Þetta er dindill róma raskati. Já, sem að segja að hárin fara svona inni og búa til hólu og kemur svona ykkur ógeður. Þetta er alveg hræðilegt. Ég veit ekki hvað ég að segja. Það er búið að laga það. En konur hafa líka fengið þetta. Þú basically fæðistu með sko svona lítinn skrattahala. Nei, þetta er ekki það. Þetta er 2 hár fóru inn og það er hár sem að fara svona inn og bara vaksa inn í og þá kemur svona, veist, einhver gröftur og eitthvað viðbjöð. Og hver laga þetta aður? Læknir, það var bara sögn. Já. Það er höndum áfram. Ég hef ekki átt ofna með þetta. Hann hefur sagt upp. Það geggja samt og það hefur verið með dindil, sko. Það er eitthvað sem hefur átt að koma miklu fyrir fram. Hann er ekki læknir í dag, þessi maður. Hann hefur sagt að ég nú ég ættur það eru fleiri nýja sem að fengi þetta, sko. Menn og halda áfram spurningakettan en þú ert búin með eina spurning og hræðileg. Ok, er innan við 2 vikur frá Ríksuða síðast? Nei. Sko, jú, málið er að ég var að koma heim og Byrjar á því að Ríksuða? Nei, sko, Sigrún hefur verið frekar nýlega búin að Ríksuða. Það er, sko, ég þarf að Ríksuða helgina, sko. Veistu okkur að búið að Ríksuða heim að mér? Íbúðum mér var öll í húðflexu. Ég er að, hendunar á mér, eftir sólina. Já. Þannig að þessna fekk ég punktana. Þannig að þú Ríksuðaðir eftir að anskotin. Það kemur líka bara ekkert óvart að Steindi hafi ekki Ríksuða. Ég hef svona aldrei gert það. Jó, ég Ríksuða mjög oft. Ég hef meira þess að bara svolítið gaman að því. Ok, en það er 1-0 því meður. Líður illa ef þú ætti að fara að sofa og það er mikið drastlinn í eldhúsi? Nei, ég get ekki sagt. Mér líður eiginlega, mér finnst óþægilegt að fara að sofa. Það er mikið drastlinn í svefnherberginu.
Þá vill ég frekar hrúa einhverjum fötum og hendi fram. Já, það skýt sem á eldhúsi og ég segi ekki ógeðslegt en það böggar mig ekkert ef að segja Nei, þú veist, þá veit maður bara ég þarf að taka til á morgun og kannski með smá matabóð Þrifóð manneskja myndi líða mjög öll að Já, nei, ég finn ekki fyrir Mamma mín er þrifóð. Þegar hún kemur heim til mín í heimsókn þá þrýfur hún allt og hún tala bara við mig og segir mér sögu og hún er búin að þrýfast á meðan hún gera og hún tekur dót sem ég á og ég finn það stundum ekki aftur af því að hún setur það bara hún í einhverja skúfu. Þannig að hún er þrifóð. Hún myndi aldrei fara að sofa á þess að ef það væri allt drasli í eldhúsinu, aldrei og örugglega ekki áskipt. Hún myndi á punkt hérna. Hún myndi á punkt. Ég nei, það bara myndi að fá punkt. Hvað sagði ég? Sagði ég punkt? Sagði ég punkt? Punkt, sagði það? Ég held ég sagt punkt. Ég held að sagt punkt. Það er það bara ekki tepokkan frá síni og Hefurðu baðað fullorðna mannesku? Já, það var þá bara eitthvað svona Nei, ég held ég hafi nú alveg hef ég ekki baðað konuna mér? Það lítur nú að vera. Er það? Já. Hvað varst það bara með þvottapoka Nei, það eru baða sér Nei, það er ekki baða Nei, ekki þá verið að reyna að stela Þú er að reyna að stela Nei, ég er að hugsa svona hvað ég geti Ef hún satt í baðkarinu og þú varst með svona þvottapoka og strúka eitthvað sápu baki Ég hef aldrei baðað neina fullorðna manneski Nei, en ég hef baðað mig með fullorðna manneski Já, það er allt annað dæmi Og kannski hefur skvest Þú ert reynda það ógætlar, þú ert reyna bara að fá punktur að baða þig Það skvettist kannski sápa á milli, ég nefnum bara að fara næstu til að heyra að þetta er ekki punktur Það er þá 1-0 fyrir blöð, það er engið að skora með mikið Nei, ok, en það eru ógíslega Já, Kolb fekk punkt við þessu í kjarni Já, það kemur ekki á orð, hún er skrifið fyrir hann Hver þrýfur oftar heima hjá þér, þú eða konan eða þú eða einhver annar? Það er einhver annar, ég meina Það er svoleiðis Já, Sko, það er konan hjá mér En ég er með afsökun Þú voru að fá punkt þarna líka Þetta er heldur vandrar, þetta er 1-0 Já, en ég er lengur í vinnunni Og ég er oft frá helgar stundum Hætti afsakaði, hún bara þrýður mér Þú ætti ekki að fara að grenja Nei, en sko Já Það er bara þannig, hún þrýður mér Já, hún þrýður mér hann Hún gerir bara miklu meira en þú Nei, Jú, ég víst Það eru næsta spurning Hvaða vitleis er þetta? Við erum ekkert að staldra Nei, við þurfum ekki að stoppa lengi, sko Hefur þú stundar mög í útvarpsstúdíói? Nei Men ef þetta mennum að vinna í útvarpi heilengi Já, ég myndi að segja að við höfum verið að vinna í útvarpi bara eiginlega nánast endalust Ég byrjaði 2011 en það er ekki gerst Já, Ekkert eitthvað flip Nei, ekkert flip Aldrei neitt flip í útvarpi Það er 1-0 ennþá Ég væri líka bara með Þetta er líka eitthvað fríðarspurningar Ég væri á náli með því að mækarnir væri onni Já, það er bara ekki mikið langt inn á mig Já, þetta ég er búin að heyra svona í svona útafskult þá er þetta svona eitthvað svona þing, eitthvað verið með eitthvað Ég er bara mjög fegin, ég sé ekki í því kosti Nei, ertu að segja mér að þetta sé svona því gól hjá nokkurum útafslúðum? Já, hjá mönnum sem hafa búin að útafa mjög lengi Það er ekki gott gól og ef það er eitthvað að hlusta núna sem er í þessu þá því miður Það byrjuðu haldið að Þorgeir Ástvalд og þessi bylgjumenn hafi verið að draga konuna sinna hingað Það getur þurft að vakta þetta eitthvað Heimi Karls bara rétt við mækinn Hullandi aksjóni bara á mækarnir á milli og allt í rugli Nei, ég trúi því Nei, þetta er nei Ég get lofa því að Valtari myndi á punkt þarna Það er alveg 100% Það er 150% En hefur þú tekið SN2 skúrað og samlíf á sama kvöldinu? SN2, ég vistu það Þetta er svikalegt Ég skilir því Skúra gólf og samlíf á sama kvöldinu Svo stundar að kynlíf Skúrar og svo beinti kynlíf Það kallast SN2 Ég ætla að gefa mig punkt þarna Hörðu, hver er að koma sterkur inn núna? Ég er að koma sterkur Ég hef 100% Einhvern tíma að skúra og stundar kynlíf saman kvöld Það er 150% Það ég á að fá punkt þarna Þótt ég get ekki rifið þetta eitthvað Sko ég held ég fengi ekki punktan og þá var ég bara að skúra Þetta er aldrei skúrað sko Jó, ég hef nú skúrað Hörðu, þetta er mjög Þið eru dead tight í King of Cleaning Hvað er mikið eftir þetta? Þetta er bara búið, þetta er bara okay. En ég er að velta fyrir mig, hver ætlaði unni King of Being a Comedian Hver er unni King of Being Self-Made Sem betur við komumstu aldrei King of Cleaning, dead tight Við erum við getum ekki sagt hreinir Við fengum 1 stig á mann, þetta var ræðilegt Það held ég, elsku vinnir, þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957
drengirni með ykkur og saumið þá, ég heldur séum feskar. Við höfum verið feskari. Ég er stór hættulugir. Ég líka. Þetta svo gaman. Svo bara við að bruna norður strax eftir þátnar. Já, einmitt, við erum með gigg á Sauðárkróki. Já, þú erum að flóra. Hometown blöð. Við erum bara heim, I'm coming home. Já, bærin, senast þegar ég kom til Sauðárkróki, þá var, hann var í niðurníslubærin. Niðurníslu. Ég er að vona að sé búið að negla inn. Hann er alltaf fallegur, hann er engar ágjörður. Menn eftir að gæða stittuna blöð. Já. Nei. Jú, við ætlum alltaf að gera það bara í gegn. Já, bara skipta það ætlum við bara ekkert að gera. Styrtareikningurinn. Herru, þú ætlar að fara í eitthvað núna, Steindi. Nei, hérna Egill. Já, ég ætla að henda Stóni og djúbulöðina. Já. Þú ert að fara að ringja í blómabúð. Já. Og þú ert að fara að biðja fallegan blómund. Þú ert að senda hann á adressu. Já. Og þú ert að biðja kveðju og kort. Þú ert að lesa upp þessa kveðju sem þú ert búin að skrifa. Þetta er sama og þú hendi Simmi. Já, þetta er koncept Simmi. Þú ert að lesa þessa kveðju þarna. Ég hafði áhyggjur af þessu. Þannig að þú sér svona smá í hvað stefnir. Og þetta er svona sem að ég er að lesa þetta hana. Þetta er það verður skellt á mig. Nei, ég er búin að taka þetta tvisvar, það er ekki skellt á neitt. Þetta var mjög basic svona ástæðan. Heldur það að einhver manneskja á hinni línunni sem var að henda þessu bara niður? Já. Bara eins og ekkert sé. Þetta er hræðilegt. Ég segja, út af því, ef þú vinnur í blómabúð, þá basically 99% kúnnunum einhver graði gæjar að senda fucked up shit. Já, og desperate kúnnar. Já, það eru vanar öll. Hægt lofa því. Herðu, Öddi, sláðinn einhverja blómabúð. Þetta er eins og með plásturinn gamla góða. Það er bara betra að rífa þetta af, sko. Rífa hann af. Hjólum í þetta. Ég ætlaði að drekka kaffi á meðan, það er eitthvað típa. Góðan dag. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Herðu, ég ætlaði að fá hérna blómvönd. Já. Ertu með rauðarósir núna? Það voru að klárast. Nei, í alvörinni. Ég á hérna nýjar bleikarósir. Já, herðu, að fá 8 þannig. Fá 8 þannig? Já, gætur þú skrifa fyrir mig kort og ég sækja á eftir, þannig að þetta verður bara klárt til ég kem. Já, og blómvöndur, hvað var í kortið? Herðu, ástin mín, og gætur þú punta þar fyrir mig, og stórt á. Geti hvað? Já, þess að ástin mín. Já. Og punktur. Punktur, já. Og stórt á. Já. Svo kannski svona bil. Já. Ég er mjög spenntur að eyða með þér helginni. Mjög. Settu punkt þar. Eftir helginni, mjög spenntur og mátt skrifa M-J-Ö-G með stórum stöðum, mjög spenntur komma, já, mjög spenntur að eyða með þér helginni, punktur, mjög spenntur með stóru mjög og svo komma svo kemur búinn með lykil já og 3 föstudagsristinga punktur, sorry skransið síðustu helgi með stóru S-i og komma þessi gleðra skiptir með engu máli. Punktur. Hlakka til að sjá þig. Punktur. Svo gerum við bil, elska þig út. Svo bara bil, elska þig út af lífinu og aftur bil, kveðja aðalmaðurinn. Með stóru A. Heldur þú að getur þú nokkuð lesið þetta fyrir mig? Ég skal gera það, ég ætla að fara að afsýða þessum að fólkinu. Ástin mín, punktur. Ég er mjög spenntur að eyða með þér helginni. Punktur. Mjög spenntur með stórum stöðum búinn með lykil og 3 föstudagsristinga já punktur, sorry skransi síðustu helgi þessi gleður að skipti með engu máli punktur, hlakka til að sjá þig punktur, elskaði út af lífinu punktur, kveðja aðalmaðurinn. Já, var það ekki með stóru A? Jú. Herðu, frábært. Það með stóru A. Já, herðu takk kærlega fyrir þetta. Herðu, ég tek kort í stærri kantinum. Já. Takk fyrir þetta og ég kem við. Ok, skan takk. Já, bless. 2 grjótharðir og 1 túnmjúkur í FM 95 blöð. Þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það er föstudagurinn og 9. mars. Það styttist í vorið. Og já, það styttist í páskalega, þeir eru núna í lok mánar, vonandi hafið það gott, elsku hlustendur, en það er komin tími á dagskrárlið sem hefur verið í smá pásum og hefur ekki verið með sér langan tíma held ég. Og hann heitir Giftast, sofa, drepa. Aha, gamli góði bílaleikurinn. Nei, og það sem að ég er með hérna er, ég tók svona 3, já, nei, 3, það eru svo sem bara 2 sem er eitthvað saman. Ég veit ekki okkur, þetta er bara eitthvað svona,
Ég hendi bara í eitthvað pott. Þetta er bara random hér. Já, 3 kallmenn. Því að okkur finnst eitthvað ósmekklegt við að tala að ætla að fara að sofa hjá eða drepa einhverjar konur. Já, það væri hálf óþægilegt. Já, eru tilbúinir? Já, bara eins tilbúin og þú verður í svona, sko. Giftast, sofa, drepa, Skúli Móg, Björgólfur Tór, Gunnar Nelsson. Vá, þetta er... Þið þurfa að giftast einum, sofa einum og drepa einum. Þetta er... Þetta verður erfitt í dag. Þetta er allt mjög viðkunnulegi menn. Já, toppmenn allt saman. Allt toppmenn. Allir myndalegir. Allir fárlega myndalegir, sko. Þetta er hrikalegt, Auðun Já, ég þarf að fá okkar. Sko... Þú fyrir náttúrulega alltaf beint í fjárhagslega öryggi. Þeir eru allir með það. Skúli Móg á en airline. Já. Það er mjög þægilegt að eiginmaðurinn á flugfélag, sko. En Björgólfur á náttúrulega 2,5 B. Já. Hann má ekki gleyma því. Það veist hann er 100 ríkustum mönnum í heimi. Já. Hvernig gengur við áttan eitthvað stendi? Hún mjagast. Við getum orðað hannig. Hún mjagast. Þetta er leiðin rétt átt. Þetta getur ekki fara aftur. Nei, ég myndi að segja að hann er á enda, veistu. Ég myndi að segja að það væri bara einhvern veginn fram á við, sko. Sko, Gunnar Nelson getur náttúrulega protect the home, sko, sem er mjög mikilvægt, sko. Mjög þægilt af hann uppi. Ég heyri eitthvað fram með svona blóma að setja þetta niður, gamli aðtöða þú hvað er fett það? Já, en það væri bara upp í rúmi, silkislagur, sko. En það væri samt svolítið óþægilegt að þið myndir rífast. Þá væri alltaf hræddur að myndi bara svæfa þig. Það er að sé bara svæfa makka sig. Ég basically ef ég myndi fara að rífast mikið við Gunnar Nels heimaða mér, þá myndi ég alltaf inn í end bara svona, já ok, slöppum maður saggamli, ég fer í þetta, ég græði þetta, sko. Það er engar áhyggjur. Sko, shit, þetta er erfitt. Já, þetta er mjög erfitt. Ég ætla bara að klára einn, ég ætla að renna inn í Gunnar Nelsson. Ok. Ég ætla bara að klára það strax. Opna með það fyrst. Það er allir í fínu standi. Pent orðað hefur líka. Það er allir í fínu standi, en Gunnar Nelsson alltaf er in his prime núna. Já, ok. Og athlete og... Þú myndir sofa í honum þess að. Já. Hann er líka með svolítið svona, hann er með mjög vöðvaðan rass. Hann geggjaðan rass. Hann með geggjaðan rass. Hann má eiga það, Gunni, hann er með geggjaðan rass. Ég hugsa þessi sammólagli með hann. Sveir með það. Við erum báður komnir í það. Við erum meina báður farið að sofa í honum. Þetta er báður að, já, þannig að hann er, já. Og þá er eftir 2 menn sem geta borga reikningarna, sko. Þið ætlaði að giftast eða að drepa. Þetta er alveg, þetta verður ekki erfiðara, sko. En myndir ekki taka neitt þátt í útlegum kostnaðið það? Myndir þið bara vera með gúrkur á augunum heima og vera bara slakur? Ég myndi kannski tjeppa aðeins inn, en það skiptir ekki miklu málu með Skúla Móg eða Björga Tór, sko. Nei. Sko. En minna að þú giftist líka öryggina, eins og til dæmis þú varst að segja hann bæði öryggið upp á að vera með hann á heimilin að berja einhvern. Svo náttúrulega út giftur, þá ertu náttúrulega stund að kynlíf. Já. Ég myndi giftast Gunnar. Nei, ég myndi taka Björga Tór. Björgi Tór náttúrulega er að fellow bodybuilder. Já, hann er hörkustandi. Hann ætti nú alveg að geta svæft með okkar innbrottsþjófa, sko. Það tekur 200 í bekk. Besti vinnur hans er David Beckham, sem er Já, ég myndi giftast Björga Tór. Ég kann mjög vel yfir David Beckham. Þetta er náttúrulega aldrei spurning fyrir mig, þið vitið alveg hvað ég er að fara að segja. Já, ég meina að þú vilt giftast hún. En nálega samt líka alveg maðurinn á flugfélag, það myndi henda mig líka helviti vel, sko. Já, ég myndi bara biðja Björg að kaupa eitt flugfélag fyrir mig. Það myndi gera það. Það væri bara minnstamáli heimi fyrir hann. Ná, líklega eitthvað. Ef hann myndi elska mig, minnstamáli heimi fyrir hann. Góð líka, nei, flugfélag, sko. En mér finnst agalegt að drepa Skúla. En máli er að það er plúsar og mínus. Þetta er Björgi Tór er svona mjög viltur entrepreneur. Hann er út um allt. Hann er aldrei kjur. Ég held að þetta séu kannski svona 4-5 kósi kvöldu ára þess að við getum leiðið við sofa hort okkur seríu. Já, ég held að Skúli Móg er meira svona, meira heima. Já, góða punktur. Þannig að sko betri eiginmaður kannski. Já, ég held að Björgi Tór sé góður eiginmaður, hann er bara það horny í að breyta $1 í $2. Hann er að vinna núna, hann er í vinnunni. Það er víst að hættulegsta drug of them all, money. Ég held að Skúli sé alltaf með opnhanska heima eða er að helli með viskustykki svona. Hann er alltaf brosandi líka. Alltaf brosandi, hann er alltaf. Ég veit að maðurinn minn sé alltaf brosandi. Já, mér líka, hann er alltaf að hella í ferðinninsklass. Það var hlegið. Ég myndi að gifta Skúla. Það var hlegið að Skúla Móg fyrir 5 ára síðan að hann myndi ná að pakka saman Íslandi. Hann var að pakka saman Íslandi. Ég sé mynda á hann með fálka á höndinni. Með fálka í einhverju eyðimörk. Ég held í með honum á daginn heim á Coldfather, hann og Coldfather eru félagar. Var hann ekki eðlilega fyndin. Eðlilega fyndin? Já, hann reyta sér bröndur með. Já, fyndin og skemmtilegur og hugulegur. Já, sko það er alltaf að segja hann sé hress. Þú segir ekki, ég var að jamma með Skúla Móg um daginn, hann er ekkit eðlilega fyndin. Já, bara, ákveðum ekki segja það. Þú getur sagt það um Pétur Jóhann. Út að ég hef ekki partí ennþá með Björga Tór. Út að Stendir ekki búin að viðurkenna að sé að klán og það eina leiðin okkur inn. Ég lofa því að Björgi hann er ógeðslega fyndin. Með þeim fyndar, sko. Já, 100%. Það er 100%, sko.
En hann tekur meiri bekk en ég sem pyrra maður. Hann tekur 200 í bekk. Ég er búin að ákveða þetta, ég ætla að gifta Skúlamá. Það er svoleiðis. En þú fer ekki til dinner með Beckham. Það er búið. Æja, ég er búin að gleyma Beckham. Ég meina strákar, ég get svo sem bara nú er ekkert að stríða ykkur. Ég ætla að giska á það að ég og Björki séum að fara að taka fund. Þá er ég að tala enga peningafund, þá er ég að tala bara við tveir að snáðast, bara hafa gaman og hlæja og drekka freyðivín og eitthvað svona hafa gaman að þessu. Hann býr í Mosó, ég komst að því dag, ég vissi það ekki. Þannig að við erum nágrannar. Þannig að ég er að fara inn að pakka, þú þarft ekki að velja þetta. Ég get læna þessu upp fyrir þið með Beckham. Ég er ekkert spenntur auðvitað Beckham. Við erum drullu saman með Beckham. Ég get að læna upp matabóði fyrir þið með honum, en ég meina Björki nóg fyrir mig. Þú og Björki Torfi er orðið vinir á þessu ári. Ég ætla að giska á það, já. Og ekki segja hans nágranniðin, því að það eru enga líkur að hann sé einhverju 90 fermetra íbúð við hliðina. Sko, ég get lofað því að hann er nágranninn minn. Ég er í 3 mínútur að skokka til hans. 3 mínútur. Þar hafið það, þeir myndu báðir sofa hjá Gunnar Nelson. Egil myndi giftast Skúlamá en Steindi myndi giftast. Ég sagði það ekki, en þetta er mjög erfitt samt, sko. Ég segjum bara Skúlamá, þannig að gegja fyndin og annað flugfélag. Það er Degur-tjútt í Livju. Komdu og fáðu góðan afslátt af snirtivörum. Livja. Við getum aðstoðað. Það eru margar ástæður fyrir því að hönnuðir velja Slippfélagið. Til dæmis þjónustan. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum í meir en 115 ár. Hæ, Bjartmar Guðlunds hér. En ég ætla að spila á Peroni tónleikaður á Hverfisbarsins í kvöld. Tónleikarnir hefur klukkan 10. Fritt inn á meðan húsrúm leyfir. Sjáumst. Það er Kringlukast frá fimmtudegi til mánudags. Nýjar og spennandi vörur með 20-50% afslætti. Kringlan af öllu hjarta í 30 ár. Prinsess Nokia, Páll Óskar, Vök, Reykjavíkudætur, Alvía, Sóleyman og margir fleiri koma fram á tónlistarveislu Lunga dagana 20. og 21. júlí næstkomandi. Tryggðu þér early bird miða á tix.is, takmarkaður fjöldi miða í boði. Láttu okkur að sækja bætur og annast þín mál á meðan þú hlúir að þér og þinni líðan. Fortis fylgir þér alla leið. Stórleikur Manchester United og Liverpool á laugardaginn klukkan 12:30. Kaldur og vængir á tilboði. American Bar, Austurstræti. Ferskur matur sem hressir þig við. Serrano. Fresh, happy, max. Við framlengjum 20% afsláttinn á öllum prívorkátum út mars. Sportlíf Glæsibæ og sportlíf.is. Pítsur, borgarar, alvöru kjötsúpa og heimilismatur í hádeginu. Það gerist ekki betra. Dalakofinn á Laugum í Reykjadal. Verkvaralagurinn. Einfaldlega ódýrt. Verkvaralagurinn Smáratorgi. Upp með glimmerið. Við fylgjumst með þekktum Íslendingum dansa í glænýri þáttaröð sem hreinlega enginn má missa af. Allir geta dansað. Fyrsti þáttur í beinni útsendingu og opinni dagskrá sunnudag á Stöð 2. Tryggður áskrift í síma 1817 eða 365.is. Það eru Netto og Toyota CHR sem færa þér Allir geta dansað á Stöð 2. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fiskisport. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. 'Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. No, I don't give a damn. You keep reminiscing on when you were my man, but I'm over you. Þið er að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 en því miður ekki mikið lengur. Nú er klukkan bara að fara að slá í 6 og það er komið að lokum hér hjá okkur þennan föstudaginn. Og já, vonandi að þau gaman að þetta var fljótt að líða, drengir. Já, þetta var allt og fljótt. Það var líka að það voru svo langt senum við vorum hérna. Já. Og komið að ég við félagarnir 3 myndum taka vaktina. Já, en þú ætlar að þú ekki að smá pásu núna, Egill? Jú, ég er þar því miður að skella mig til Tenerife í smá hitta. Af hverju ekki Benidorm? Máttu ekki segja þetta, sko. Sko,
Ég held að Benidorm var svo aðeinslega staðar, okkur fyrir ekki þangað. Það hefur verið uppsett, það er brjálega að gera það. Þeir eru bullandi sókn þetta á beini. Bullandi sókn, þetta er mesta nýsla sem ég bara veit. Ég bara fara svo oft til Benidorm. Já, en ég ætla að vera best staðar heimi. Það er geggjaður staður. En ég líka harður Tenerife-maður. Ég meina, síðast þú fórst með fjölskyldinni, fórst ekki til Tenerife. Ákveður ekki Benidorm sem er svo aðeinslega. Ég var að stinga upp í félaginu, myndi fara næsta janúar. Já, næsta janúar. Þú varst að stinga upp að vera þar í mánuð og vera með 4 útastætti þarna í beinni. Ég sagði við þig í flugvélinni á leiðinni heim síðast Egill, ég myndi aldrei láta sjá mig aftur með þér á Benidorm. Ég mun standa við það. Mástu þú voru paparazzaðar á stundinni? Það var hræðilegt. Það var hræðilegt. Egill og Öddi hafa það gott á Benidorm. Það var alveg Ég fekk svo mikið í magan. Það var hræðileg. Herri, þú fekkst hana síðan aftur. Sömu frétt eiginlega þegar ég var með þér ykkur þarna. Já, það er bara eins og að blaða mig sér að leika sér að því að gera lítið. Það er verið að elda þetta Benidorm. Mástu ekki eftir, við vorum hérna. Já, beint úr dalnum í brekkunni. Beint úr brekkunni til Benidorm. Málega, við vorum sko ráðinni til að skemmta á Benidorm. Við vorum í vinnuferð. Og það kom út eins og Öddi væri mest bara þriggja vikna pillir í. Já, bara glömgos í Íslands. Málega, það var ekki. Ég var líka að vinna á Þjóðhátíð. Það var ekki beint í dalnum. Það var rúllaði úr brekkunni til Benidorm. Svo það er basically að hafa ekki runnið á honum. Það er geggjur hvað snillingur hendi þá frétt. Ég man það ekki. En það er komið að lokum hér hjá okkur. Vonandi góða helgi, það er svaða leikur á morgun, Manchester United Liverpool. Með fullur verðingu eru Pól Ornum sem er nú að spila skemmtilega bolta núna, það vonandi við tökum með það. Er Newcastle ekkert að spila helgina? Nei, þau eru hættir. Hættir að spila? Það er vesinu það. Góða helgi, elsku hlustendur, við heyrjumst næsta föstudag á Steindi. Við þurfum að finna einhvern gestastjórnanda. Já, það er hægt. Eður með einhverja hugmyndra gestastjórnanda, endilega sendið mér á Twitter. Björgatór, til dæmis. Björgatór, ég geti reynd að fá hann. Já, fáum bara Björgatór. Björgi, þú ert að hlusta. Þú ert gestastjórnandi næsta föstudag. Það er bara fárlega líklegt að mæti sko, ég er að fara að henda á hann núna. Takk til þér. Nóa páskaeggjin vor að lenda. Gjörið þið svo vel. Nú mega páskarnir koma. Nói Sirius. Lærðu að fljúa hjá Drónfly. Drónanámskeið í fullum gangi. Upplýsingar í síma 566 66 66. Ekki missa af nýjasta kaffitímanum. Nýbakað og skyndiréttir. Augljóslega. Krambúðin. Opnum snemma, lokum eil aldrei. Chalupa Supreme með krydduðu nautahakki, sýrðum rjóma, fersku káli, 3 ásta blöndu og tómatateiningum á aðeins 589 krónur. Eða boxmáltíð með Chalupa Supreme, tacoskell, nachos, ostasósu, gosi og pipareggi. Taco Bell. Kvikmyndin The Big Lebowski er 20 árum þess að